Komið sæl. Hér er 5% verkefni frá mér. Þetta er stutt kynning á kennimanni og kenningu sem svo sannarlega er áhugaverð finnst mér allavega. Ég velti fyrir mér hvort þið hafið einhvern tímann upplifað það að gleyma ykkur algjörlega í einhverju viðfangsefni. Þannig að þið viti hvorki í þennan heim né annan og vera samt með svona algjörlega fullkomin tök á verkefninu og getið ekki hætt. Ef svo er, þá vitið þið kannski svolítið hvað ég er að tala um. Ég ætla að segja ykkur frá kenningu manns, Mihaly Csikszentmihalyi, sem falla undir jákvæða sálfræði sem er mér skilst í ykkur tísku núna þessar mundir. En hvað það? Hann er ungverskur að uppruna. Hann er fæddur árið 1934 og ólst því upp á seinni stríðsárunum í Evrópu. Hann hefur skrifað fjölda bóka og greina og haldið fyrirlestra og marga þeirra er að finna á YouTube ef ykkur langar til að heyra eitthvað meira frá honum. En hann sat ungur í einangrunarbúðum á Ítalíu ásamt foreldrum sínum á þessu tíma eða dagarnir í búðunum þeir liðu hægt en hann stytti sér stundir með því að tefla við eldra fólkið. Og það undarlega gerðist og hann tókst að gleyma stund og stað í þessum ömurlegu aðstæðum og þetta varð honum seinna svona sem bara umhugsunarefni hvernig eiginlega það gekk upp. Hann fluttist síðan til Bandaríkjanna og nam sálfræði. Þar uppgötvaði hann að hann öðlaði sömu tilfinningu við klettaklifur og hann hafði öðlast eða upplifað í einangrunarbúðunum á Ítalíu. Þetta vakti athygli hans og hann fór að velta fyrir sér hvað lægi þarna að baki. Og við nánari rannsóknir á fyrirbærinu fann hann það út að þessi upplifun er sameiginleg öllum mönnum af öllum stærðum og gerðum ef við skilyrði eru uppfyllt. Þetta á sér stað sem maður nefnir dæmi hjá íþróttafólki og það kalla sumir þetta að komast í gírinn. Þetta getur líka verið trúarlegu upplifun og þá kallast það algleymi og með þetta í hug kannski jóga í þessu sambandi. Og listamenn, þeir komast í svona, hvað getur maður sagt, trans eða svona upplifun og þá er það kallað að fá fagurfræðilega uppljómun þar sem þeir geta ekki hætt að mála. En hvað er þetta þá? Csikszentmihalyi segir að sú upplifun að vera fullkomlega einbeittur í verki, gleyma stund og stað, gleyma hver maður er, allar hugsanir manns og hreyfingar eru í samræmi og þjóna einum tilgangi og hann er bara beinlínis að vinna að verkinu. Maður nýtir hæfileikana til þess ýtrasta án þess að finnast maður vera að reyna á sig. Maður er fullkomlega einbeittur og veit hvert næsta skref verksins er. Maður eins og svona sameinast verkefninu hvað sem það er. En þetta ástand kemur ekki nema vissar aðstæður séu fyrir hendi. Það fyrsta sem þarf að vera til staðar er markmið. Það er mikilvægt að setja skýr markmið og hafa yfirsýn og stjórn á þeim. Maður þarf að skilja rætur eigin hvata til aðgerða og láta ekkert svona óraunhæfar væntingar ná tökum á sér, en vera óhræddur að gera það sem maður ætlar sér enga síður. Maður verður að velja sér baráttuna, maður á ekki að færast of mikið í fang, því að þá ræður maður ekki við verkefnið og það veldur þá bara vonbrigðum. Og maður þarf að þekkja sjálfan sig og eigin takmörk og þarf að vinna út frá því. Annað sem þarf að vera til staðar er endurgjöf. Fólk þarf að fá viðbrögð við verkefnum sínum til að vita hver næstu skref eru. Átta sig á hvort að sé hitt í mark, til dæmis eins og listmálarar, hvort að réttur litur hafi verið valinn eða nemandi sem bíður eftir endurgjöf frá kennara til að geta haldið verkefninu áfram. Að þriðja er jafnvægi milli áskorun og færni.
Þegar hæfileikar og færni einstaklingsins nýtast til fulls og þolmörk hans eru reynd til hins ýtrasta eru auknar líkur á að flæði eigi sér stað. Svo aðeins skoða hérna betur á næstu glæru. Þetta er myndræn framsetning af kenningunum flæði. Það þarf kannski svona að skoða þetta örlítið og máta sig eða aðra inn í aðstæðurnar svo maður átti sig á. Ég ætla að reyna aðeins að útskýra þetta með því að nefna hérna dæmi. Þið sjáið á lóðrétta ásnum eru áskoranir en á lárétta ásnum eru hæfileikar. Ef við setjum fólk inn í þetta og segjum að ef getulítill einstaklingur sem er þá lengst til vinstri á lárétta ásnum fæst við verkefni sem er mikil áskorun sem er þá efst uppi á lóðrétta ásnum, veldur það kvíða og uppgjöf. Það ætti að vera tilfinningarnar sem hann finnur. En ef getumikill einstaklingur lengst til hægri á lárétta ásnum fæst við verkefni sem er ekki mikil áskorun, sem er þá alveg neðst á lóðrétta ásnum, þá veldur það leiða eða áhugaleysi. En ef saman fara áskorun og hæfileikar, þá myndast ef til þetta sem Csikszentmihalyi kallar flæði. Það er hérna efst uppi í hægra horninu og kannski þess vegna aðeins lengra. Þetta finnst mér eiginlega beintenging í aðstæður sem sköpust hér á heimilinu í fyrradag. Dóttir mín sem hefur verið að ströggla í stærðfræði var komin að því að falla í áfanga. Að við ákváðum að fá heim kennara til hennar og fara í gegnum þetta og þær settust yfir algebruna. Þegar 1,5 tími var liðinn án þess að þær hefðu stoppað og án þess að þær létu nokkuð á sig fá hérna það sem var í gangi í kringum þær, amstrið í mér hérna og vesinast við að elda matinn og fleira, að þá létu þær loksins upp og dóttir mín segir: "Þetta er bara skemmtilegt." Hún skildi. Hún fann styrk sinn og hún fekk endurgjöf jafn nóðum. Það er spurning hvort hún hafi bara hreinlega ekki upplifað flæði á þessari stundu. Það er gaman að segja frá því að þegar ég fór að vinna þessu verkefni með því að googla eins og Hróbjartur ráðlagði mér, uppgötvaði ég mér til ánægju að leikskólinn sem 2 barnabarna minna sækja í dag og bróðir þeirra þar á undan, að hann starfar samkvæmt kenningu Csikszentmihalyi flæði. Á heimasíðu skólans segir að hlutverk starfsfólks sé að skapa aðstæður til þess að það geti leitt að sér flæði hjá börnunum. Ég er eiginlega hissa á því hvað ég vissi lítið eða eiginlega bara ekki neitt kenninguna þar sem þetta var svona bara rétt við dyrnar hjá mér. Ég vissi svo sem að Ugluklettur starfar eftir kenningu sem beindist að því að hefta ekki sköpunargleði eða leikbarna með því að búa til einhver kerfi. Það sem áskoranir á þau leika mikið leikrit, þau syngja mikið, þau eru mikið úti og þau eru að smíða og ýmiss konar svona krefjandi verkefni, spil og þrautir ýmiss konar. Og ég vissi þetta allt saman. En áherslur á hinum leikskólanum í Borgarnesi eru þveröfugt, það eru svona reglur og skipulag. Það hefur valdið heilabrotum hjá fólki í skólaumhverfinu hér í Borgarnesi hvor uppeldisaðferðin sé betri, og ég ætla ekki að fullyrða neitt það, en það er rannsóknarefni og það væri áhugavert að vita hvort sé munur á þeim hvernig þeim gengur í skólunum, bæði námslega og félagslega. Ég vona svo sannarlega Uglukletts fólki takist ætlunarverk sitt því Csikszentmihalyi telur að einstaklingur ef einstaklingur upplifir ánægju í krefjandi verki og finnur lífsfyllingu af því að gera sitt besta og jafnvel örlítið betur, þá er hann líklegri til að öðlast nýja þekkingu, auka færni sína og upplifa einlæga lífshamingju. Og það er nú ekki svo lítils virði. Hér er lokum listi yfir heimildirnar sem ég notaði. Eins og ég sagði áðan, þá er fullt af efni, sérstaklega kannski
upptökur frá fyrirlesturum og ýmsu sem að Csikszentmihalyi, ef ég ætla einhvern tímann að geta sagt þetta, hefur sett inn á YouTube ef þið hafið áhuga. En ég hafði mjög gaman að þessu verkefni og það var frábært að fá að kynnast þessari kenningu. Takk fyrir mig.